Gleðileg jól! Góða kvöldi kæru Íslendingar, eða daginn, ég veit ekki hvernig það eru að horfa á þetta, góðan morgun, eitthvað, hæ. Verið velkomin í Soð, ég heiti Kristinn Guðmundsson fyrir þau sem ekki vita. Ég í jólastuði, að búa til svona jólamatastemningu. Ég með hashtagið ferskan mat á íslenskum jólaborðum árið 2020 eða þegar Donald Trump verður kosinn aftur. Þú veist, við þurfum ekki að vera með svona neikvæðni, en allavega, þú veist, bara ferskum matur á jólaborðum árið 2020. Út með dósirnar! Út með þær! Fest, allt fest. Svona, þú veist, svo lengi sem öll flugfélög séu ekki farin á hausinn og við þurfum hvað neikvæðni þetta? Það er komið jól! Það er jólaljós hérna og allt saman. Sveppa sósa, semisósa, eiginlega meira bara sveppir. Teljum í þetta, hvað er í gangi? First time. Peterseili, sem er þetta. Steinselja. Salt, pipar, manchego-ostur, má vera parmesan líka, rjómi, smjör, hvítlaukur og sveppir. Byrjum á að skera hvítlaukinn og sveppina. Sveppir eru náttúrulega alveg æðislegir að taka upp brauð og vera girnileg, sko. Þannig að það sem ég ætla að gera er að setja smjör, eða þið sjáu það nú eftir, en setja síðan hvítlaukinn og salt og pipar og timjan og eitthvað svona og það býr til geggja bragð og svo koma sveppirnir og sjúga upp hérna allt góssið. Hvað er þetta maður ekki að gera í þetta? 3. Ekki lagi allir sem er svona smá hvítlauks andadrátt á jólunum. Já, held ég. Þá er bara ekkert á landbúnaði. Smjörið. Já, það er bara tóm. Miðlungshita myndi ég setja á. Það eru hvítlaukurinn á samt svona timjani. Við skulum ekki brúna laukinn, bara alls ekki, bara rétt svo hann á að steikja hann. Það er spurning að setja svundur á sig. Þetta slettist allt upp á mig og verður ógeðslegt. Það má setja meira smjör. Sveppirnir eru strax búin að drekka þetta í sig. Sveppa lyktinni upp í maður. Svona alveg. Nú ætla ég að henda smá salti út á. Og pipar. Rjóminn. Og reyna að kaupa hann frá einhverjum öðrum MS eða getið. Það er bara skemmtilegra. Svo sjóðu við rjóman aðeins niður þannig að hann þykkist og verði alveg Það þurfa að passa ykkur að hræra. Og hræra og hræra. Nú ætla ég að lækka aðeins á hitanum. Fara niður í lágan hita í staðan fyrir medium. Það er eitthvað skemmtilegt við sveppina. Sveppinir þetta eru skrítin fyrirbæri. Maður ætti að halda að vera svona geimverur. Ég held að það séu geimverur. En það tengja ýmislegt hérna í heiminum. Tengja til dæmis tré saman. Og þú veist, það er eitthvað slags samtal þarna á milli, trjáa og sveppa og þeir eru eitthvað að skiptast á næringarefnum og svona ýmislegt. Og ég held að þetta hérna sem við erum að gera hérna eigi eftir að gera það sama við réttin. Það eftir að tengja saman einhvern veginn réttin. Og hann verður meira kjötaður, rétturinn, út af sveppunum. Sjáu litin á þessu. Fallega brúnn.
steinselju, skera hann niður. Sjáðu, nú er þetta svona þykkt. Það er gott að mæla þykktina svona. Rennur mjög hægt og rólega. Manchego-osturinn. Svona bara. Skilum þessu grænu hérna með. Það er svo mikið dýpt í þessu. Það er svo mikið dýpt í þessu og svo mikið umf í þessu að þú veist, ég myndi setja bara, þú veist, einu svona á hverja steik og þá eruð þið búin að fullkomna jólamatinn. Fáránlega gott. Elskar sveppi. Hörru, takk fyrir mig, takk fyrir að horfa, gleðileg jól. Þannig að fylgist með, nóg að gera, ógeðslega gaman, like og share. Það er mín jólagjöf í ár, frá ykkur til mín, þetta er mín til ykkar, þetta hérna. Bara gleðileg jól, sjáumst, bye.